Gervigreind og dauðinn verða umræðuefni okkar næstu mínútur. Leikrit flutt á ensku. Snýr vegna mikillar eftirspurnar aftur í Tjarnarbíó í vikunni. Þetta einleikurinn Dead Air. Höfundur og flytjandi Álfrún Gísladóttir en Anna María Tómasdóttir leikstýrir. Þær eru komnar hér báðar á Rauðaborðinu. Verið þið velkomnar. Takk hérlega. Þið eru semst að taka upp þráðinn eftir hlé, sýningarhlé. Já, við vorum rosalega duglegar síðasta sumar. Við skrifum þetta leikrit, ég skrifaði þetta leikrit og Anna María hjálpaði mér að skrifa þetta leikrit í hvað var það, á svona nokkrum vikum í júní. Og svo tókum við á Reykjavík Fringe, fórum á Edinborg Fringe hátíð í mánuð og svo komum við hingað í nóvember í 2 daga í Tjarnarbíó á meðan Iceland Airwaves stóð. Þannig að já, við þurftum smá pásu. Já, komum tilbaka núna og verum hér í mars og svo smá lendamál en við förum til Copenhagen Stage í lok maí þá eftir að tilkynna það en officialt en það er að fara að gerast. Er það til marks velgengni þessa verks? Hvað segirðu? Til marks velgengni? Já, við erum búin að fá rosa góða dóma, eða ekki? Ég held að þetta sé til marks velgengni og hvað Álfrún er klár í að plugga sér. Já, mömmu sem er mjög klár í að plugga mig líka, þannig að það er bara mjög mikil forréttindi og heppni. Já. Ég hef áhuga á að kynnast aðeins þessu verki og því sem við hafið það að segja, ekki síst í ljósi þess að ég er búin að taka hansi mörg viðtöl núna síðustu vikur við fólk úr ólíkum kymum gervigreindina og í þessu leikriti þá erum við að tala einhvers konar gervigreindar draugasögu eða hvað? Já, vissulega. Eiginlega. Þetta er svona nútíma huldusaga eða þannig. Já, ég meina pabbi minn sem var einn besti vinur minn dó fyrir nokkrum árum og ég var ég var nýútskrifuð, hafa þetta rétt, úr ritlist og ég var svona að hugsa mikið það hvernig ég myndi hafa samband við hann var trúleysingi. Ég get ekki fara rétt með íslenskuna bara á tíu. Við þú alltaf að segja allt rétt. Já, ok, sorry. Svo bara baktrakkaru. Var svo bara, þannig að máli komið rétt úr mér. En já, hann var mikil trúleysingi og vildi ekki vera í kirkju og þú veist, þannig að við vorum með stóra jarðarför fyrir hann í Bæjarbíó, í Gamla bíó, já, niðri í Reykjavík. Og eftir jarðarförina þá kom frændi minn til mín og sagði mér að pabbi hafi komið til hans í draum og ég var brjáluð því að ég bara byrja okkur að koma ekki til mín og þá byrjar þessi svona hugarferðli að hvernig ekki tala við pappa allavega, þannig ég fer að svona rannsaka miðla og allt svona og fer að svona sökkva mig í söguna þess, hvernig við tölum við hinn látna og svo detti ég í það bara einn daginn að horfa á heimildmynd gervigreind sem tala við, sem sagt þú getur sett þín gögn upp í hana og svo tala við fólk eftir úr dáin. Annarkvort getur hann sem er að sækjast eftir að tala við sett þín gögn í eftir úr dáin eða þú getur líka gert það áður en úr dáin. Og mér fannst það bara vera svona nútímalegt og svo bara ég vissi ekkert það mikið gervigreind áður en ég byrjaði að þessu en ég er búin að læra heilmikið. Og þú ákveður að búa til úr þessu leikrit? Já, og svo, ég hef ekki pening til þess að fjárfesti í gervigreind á þessum hætt, en heldur myndi ég ekki gera. Minn markmið var að skrifa sýningu þar sem að, þú veist, ég get flutt hana bara hvar sem er og þannig að þetta er einleikur þar sem ég leik alla karakterina, líka gervigreindina, þannig að það er engin gervigreind í sýningunni, þetta er svona það sem ég kalla what if sýning, þetta er svona hvað ef þessi karakter myndi gera þetta, þannig að en í rauninni er allt sem að hefur með gervigreindina að gera í sýningunni, það er rétt, þú veist, það er til dæmis, fólk heldur
nefnilega að ég hafi búið þetta allt til og þetta er einhvað svo óskýrt fyrir fólk hvernig gervigreind virkar en ég fer svolítið inn í það án þess að segja þú veist þá til dæmis þetta með í sýningunni þá getur hækka og lækka í temperature í hitastigi á gervigreindinni og það er rauninni ef þú hækkar hana og þetta er alvöru, ef þú hækkar hana þá verður hún svona mannlegri, eða þú veist, hún spunar meiri, þetta er eins og að tala við spunarleikara, þá, þú veist... Þá spinnur hún meira og bullar meira og býr til fleiri tengingar og er meira kreatív í rauninu. Og hljómar svona meiri alvöru, eins og alvöru mannskið, en ef þú lækkar á henni þá kannski fer hún aðeins meiri eftir gögnin svona meiri nákvæmlega eins og þú hefur sett þig inn. En í rauninni gervigreindin bara sem heildar, þú kannski veist þetta, en gervigreind hún er náttúrulega bara að sjá fyrir sig öll þessi patterns mynstur af það sem gögnin sem úr það setja í og reyna að að leggja þau fram við en þetta er svona hvað ef sýning þannig að ég er að velta fyrir mér eins og góður heimspekingur hvað myndi gerast Spennandi Anna María hver var svona þín mesta áskorun í því að koma þessu saman? Að klára leikritið. Það var eiginlega svona úps. Allt í góðu. Já. Við sýtluðum kaffi. Ég held að þetta sleppi. Já, bara fá þér aftursæti. Við þurrkum þetta eftir. Ég er ekki með neitt. Nei, þetta er allt í góðu. Aðeins var ekki á mér, þannig að ég þurfti að fá hana tilbaka. Þetta er allt í góðu. Alltaf áfram. Álfrún ákvað bara, við skulum fara Friends og ég ætla að skrifa leikrit og viltu hjálpa mér? Og ég sagði bara auðvitað, bara gaman. Og það var kannski bara svona knappur tími og mest áskorun var að búa til verk sem að væri skemmtilegt og fallegt og svona myndi slá einhverja svona hjartastrengi en væri einni fyndið og Tragikomist. Já, og líka bara svona þú veist, við vorum með svona marga þræði í gangi, þú veist, við getum farið með söguna hingað og þangað en að reyna að finna rétta vinkilinn þar sem að ég hefði áhuga á eða svona þú veist, mér langaði kannski ekki endilega að tala endilega bara dauðan, heldur bara hvað við gerum eftir á, hvað þú veist, sorgin hún hættir aldrei, hún bara breytist og maður einhvern veginn lifir með henni eða ekki og það var svona kannski það sem að mér langaði mest að skoða og það var kannski bara mest áskorun að reyna að koma sér saman og hjálpa henni að vinna svara í síman og Álfur myndi ná að læra textan sinn og við gætum verið með sjó en það sem svo fallegt við Annu Maríu, þú veist, við erum svona frekar nýjar vinkonur 2020 eitthvað, og pabbi minn deyr 2023 og hún þekkir hann ekki það mikið en það sem hún segir við mig þegar ég segi henni, Anna, þú veist, mér langar að gera þessi sýningu, mér langar að gera þetta sorg og þú veist, döðan og það að vera, þú veist, gervigrænda pabbi í henni og hún segir alveg, já, auðvitað, en hún verður að vera fyndin og ég bara já, einmitt, og því að pabbi minn var svo fyndin, þannig ég var bara svona já, ég veit það, auðvitað verður hún að vera fyndin og hún svona hún hélt mér á, þú veist, því að það er svo auðvelt þegar maður er að tala dauðan að fara í, og sérstaklega þegar maður er nýbúin að missa að fara í bara minningar og nostalgju og hún hélt mér alveg við, þú veist, þessa svona þennan þráða að þú veist, nei, við erum að fara að tala það sem gerist eftir, hvað er þessi kona, þú veist, af hverju finnst henni svona erfitt að geta ekki tala við pappa sinn, þú veist, þetta er einhvað sem við kannski gefum okkur ekki tíma oft í að tala á svona fyndnum og skemmtilegum hátt, en líka, þú veist, mig langaði líka bara að spyrja alvöru spurningar þetta nýja tækni og þú veist, áður fyrir þá var ég kannski spá í, þú veist, á hverju er fólk að tala við Guð eða prest eða miðil, en
þú veist, og ég tók þetta tækni svolítið inn í þá spurninga án þess að, þú veist, ég sé að spurði allt þetta í sýningunni út, hún bara klukkutími en já, þannig að já, það eins og Anna segir, það voru margir þráðar og margt sem við vorum að svona já, gera, en við vildum gera sýningu konu sem að, þú veist, snerti fólk sem var ekki þú veist, endilega bara að segja fólki, þú veist, vera ógeðslega einhvað boring og segja fólki hvernig gervigreind virkar en þetta bara gerist fyrir framan fólk og svo eftir á getur fólk farið og kanna sig þú veist, hvort að þetta sé og þegar ég var að flæra í Edinborg þá var svo fyndið út í að fólk náttúrulega bara, þetta bara hryllilegt tækni fyrir fólk og þetta hryllileg notkun á þessu tækni, fólk finnur svo djúpt bara bara að heyra af þessu sko og og ég samt þegar ég var að skrifa þetta þá þú veist ég að fara ofan í fullt af sögur og fólki sem búið að tala þú veist hvernig af hverju hefur notað þetta, hvernig áhrif þetta hefur haft á þau og það er ekki að tala sko gervigreind bara svona almennt heldur fólk sem að nýta sér þessa tækni að endurskapa sína látnu ástvinni og að tala við þau og kannski, já. Það náttúrulega alveg djúpar siðferðislega spurningar. Mjög. Og bara, þú veist, þetta til að því að það einhverjum, þú veist, það eftirspurn eftir þessu og hvað myndi maður vilja segja við sinna látna ástvinn eða segja það sem maður sagði kannski aldrei eða segja fyrirgefðu eða ég fyrirgef þér eða ég elska þig, ég sakna þín eða bara allt þetta sem maður hefði kannski átt að segja en gerði ekki að þú veist Mér þetta margt í hug sko núna eitt af því sem þetta í hug það að áður var sorgin svolítið inn í stofnunum ríkisins og svo má segja að það voru svona bylting, valdefling og meðal almennings til dæmis hér á landi þá spruttu upp öll þessi sjálfshjálparsamtök sem að tækluðu sorgarviðbrögð og jafningjagrunni og sorgarstarfið hefur svolítið færst úr stofnunum ríkisins og kirkjunum bara svona yfir í hendur almennings og með þeim kannski kostum og göllum sem því fylgja en þetta heilmikil breyting við getum kallað það valdeflingu en svo getur að vera svona spurning hvar liggja mörkin voru við var áður betra að mörk væru í einhverju formi inn í einhverju stofnanavaldi annað, ég nefnilega skrifaði bók dauðan sem kom út fyrir nokkrum árum og þannig ég pældi heilmikið í þessu þá og svo svo annað sem mann dettur í hug og sko það það að dauða synd að leiðast og hvernig við göngum alltaf lengra og lengra í því að leiðast ekki og hvernig það takast á við áföll og sorgir og raunveruleg vandamál hvernig það svona tilhneiging til þess að við styttum okkur leið og með uppeldi barna það mikil umræða það að það sé ekkert betra fyrir barn en að því leiðist því að þá kveikið á sköpunartakkanum og spinnið sig einhvern veginn út úr leiðindunum og búið til eitthvað og svo framvegis þannig að mér dettur þetta allt í hug eru þetta relevant spurningar í tengslum við leikritið? Algjörlega og þú veist og bara í tengslum við í Alfí í leikritinu hún addikt á þessu tækni þú veist, hún búin að missa fóstur nokkur skipti og hún alltaf að endurlífga þennan mann til að pappa sinn til þess að tala við einhvern sem skilur hana sem hún heldur skilur hana því hún næri ekki tengsl við mömmu sína eða makan sinn og í rauninni hún býr ekki hún hætt að búa svona í raunveruleikunum og hætt að reyna að tengja við þú veist, fólk sem fyrir fram hana og vil bara tala við einhvern sem segir henni að hún hefur rétt fyrir sér en ég samt þó að ég sé alveg mjög hugsi þetta tækni ég hef lesið mig fólk sem hefur nýtt sér þetta til góðs og þetta hjálpar þeim og ég spyr mig líka þú veist, erum við í þessu samfélagi sem við búum í við erum einmanna og þú veist, þó að það sé búið að taka úr stofnum og setja, þú veist, í hend almenningar og þú veist, ég vissi ekki hvað kirkjan sko gerir mikið í dauðan þannig að pappi dó og hann sagði að hann vildi alls ekki fara í kirkju þannig að við þurftum að gera allt
sjálf og sem betur fyrir fengum við hjálp frá öllum sem við þekktum en en það er erfitt að gera allt sjálfur í sorg og það sem að ég svolítið hugsa er fólk að nota þetta tækni því að þetta eitthvað sem að heldur þeim athygli eða það að nota þetta tækni því það eru stærri spurningar sem við þurfum að spyrja okkur einmannleika og að við séum með því að tapa þessa stofnun þá erum við líka að tapa ákveðin svona utanumhald og ég sjálf trúleysingi og ég vil ekki vera í kirkju en ég spyr mig bara og fyrir þessa stofnunir sem voru kristnar og í öðrum löndum þá kannski aðeins meiri svona utanumhald í bara samfélaginu þegar afi minn dó hann var veiðmaður sjómaður þá var alltaf komið fisk til mömmu hans á hverjum degi og fólk var að halda utan meiri tenging í samfélaginu og þetta ekki bara gervigrindin, þetta líka hvernig við höfum dauðan svo langt í burtu frá okkur við setjum fólk inn á stofnun áður en að deyr við erum ekki með inn á heimili þegar það deyr grundvallarbreyting við höfum útýst og stofnun og eittu við viljum ekkert án að vita og svo skrifum minningagreinar okkur sjálf þegar einhver nálægur okkur fellur frá þá minningagreinin alltaf meir okkur ekki minn látna og pappi vildi til dæmis ekki vera í Morgunblaðinu hann neitaði sorry, ég veit að Davíð Oddsson var að deyja var það af pólitískum ástæðum? Það var pólitískum ástæðum og ég var þannig að hann vildi ekki vera í Morgunblaðinu þannig að við þurftum að setja upp vefsíðu fyrir hann til þess að minnast honum þannig að þetta svona en það ákveðin stofnun Morgunblaði fyrir þessar dauðagreinar og svo spurningin fyrir hvern dauðinn hann fyrir henni látna eða hann fyrir ástvini og aðstandendur ekki bara bæði ég meina, og það enga líkvökur það eru svo margir síðir innan þjóðfélagsins sem búið breytast og dauðin miklu lengra í burtu frá okkur og kannski bara blessunlega miklu minna vöggudauða og allt þetta og fólk upplifir dauða mun sjaldnar heldur en það kannski gerði fyrir 50-70 árum 2 kynslóðum síðan eða eitthvað þannig og þannig að þetta svona það líka komið svona tengslaleysi við dauðan og hvað maður gerir við sorgina sína og hvort að það hafi verið betra að þetta hafi verið stofnunvænt eða hvort að það sé gott að þetta sé komið meira inn í eitthvað svona jafningjaferli, ég veit það ekki en það sem að mér finnst áhugaverðast við þessa sýningu að kafa ofan hvað maður gerir við hvað maður gerir eftir á því það svo lítið talað það er svo mikið utanumhald alveg fyrst og maður missir einhvern og það allir bara á ég að koma með mat eða get ég að hjálpa eða eitthvað en svo kemur tímabilið aðeins seinna sem einhvern veginn aðeins flóknara því að þá kemur einmannaleikin og akkur maður ekki búin að jafna sig og nú þarf maður bara að rífa sig í gang og svefnleysið og bara dóðinn allt þetta var einhvern veginn það sem að mér fannst áhugaverðast að fjallum af því að það er svo auðvelt að fara bara að tala hvað erfitt að missa ástvin og við vitum það en minnst einhvern veginn lítið tala þetta mér finnst áhugavert þú skulle nefna þetta ég man einmitt eftir einu presti sem að sagði þarna í fyrrnefndri bók sem heitir bara einfaldlega Dauðinn að hann ræðir þetta akkurat hvernig hans orðalag að fólk sé eins og skilið eftir út á berangri eftir útförina og rosa mikið pepp og hlýja og snerting og kærleikur meðan ferlið stendur yfir og fyrst eftir en svo eftir útför þá sé eins og trostni þessi bönd og þá einmitt upplifa aðstandendur hins látna oft bara að þeir séu mjög mikið einir úti á berangri. Algjörlega. Og þetta einhver sem pappi minn sagði, hann misti pappa sinn 13 ára og
pabbi sagði að þetta var það erfiðasta þegar allir fóru, en ég meina lífi líka heldur og dauðin heldur áfram. Það dó ein kær vinkona fjölskyldunnar mínar bara mánuði seinna og svo dó frændi minn hálfa ári seinna, skilur dauðin heldur líka áfram eins og lífið og maður þarf bara einhvern veginn að mana sig upp í að díla við þetta allt en einmitt þar sem Anna María sá mig líka, hún nýbúin að eignast barn, eða varst nýbúin að eignast barn? Já, nýbúin að eignast barn, þannig að hún að fara í gegnum allar þessar tilfinningar með nýtt líf og döði. Og ég að fara í gegnum allar þessar tilfinningar með dauða og hún vitna að því og ég vitna að hennar og þetta var einhver svona... Sem eiginlega kannski svona svona fyndin að það svona smá samleið með þessu að það rosa mikið pepp þegar maður nýbúin að eignast barni og rosa mikið og ég koma með eitthvað og svo þegar maður komin ár inn eða barnið orðin einsás og maður bara alveg bugaður og það engin leikskóli og það eiginlega þá sem maður þarf eiginlega mest í hjálpina eða þá upplifir maður sig einan þá maður bara, ég get ekki vaskað upp og elda matinn og skiptum bleiur og verið einhvern veginn leikið við barnið og verið bara, og farið í vinnuna að því maður búið með fæðingarorlofið sitt og samt einhvern veginn að vera þetta bara það eiginlega smá, svona maður smá einn á berangri líka svona svolítið eftir að maður eignast barnið Ég held þessi gagnleg umræða sko þóttu sem kannski komin eitt spór frá leikritinu, ég veit það ekki Nei, þetta alveg það sem leikriti þetta konu sem bara kemst ekki út úr þessu sorg og því hún finnur ekki leið og eina leiðin sem hún finnur sjálf er að tala við þessa gervigreind og hvort það sé góð leið eða ekki hún segir ekki nei, þú veist bara hún hún segir ekki nei fyrst en svo byrjar hún að svona leika sér með þetta hitastig og þá verður gervigrindin svona maximum pabbi sem var svona mjög cynical og svolítið erfur og stundum að gera brandara sem eru ekki alveg viðeigandi og svo lækkar hún og svo þannig og þá var hann ekki alveg nógu góður þannig að hann segir ekki nei en hann samt segir hann að drífa sig að gera hlutina og ekki vera svona að sitja á rassinum þannig að spurningin í leikritinu er meir hvernig þetta frekar en svona einhver judgment á konunni og þið getið þetta bara leitandi verk þetta leitandi og auðvitað finnst mér ég ger þetta ekki í alvörunni og því að mér finnst það siðferðislega erfitt skilur að fara að taka gögn pappa en það ef ég myndi taka einhverja skilaboðin frá pappa þá væri bara kaffi spurningamerki þannig ég veit ekki hvað gervigrindin myndi gera við það en ég meina já þetta er það held ég og já þú ert ekki að fara langt út en já Nei, ég og í raun hvort sem að manni finnst þetta að vera einhver svona styttri leið og eða hvort að við séum að velta upp einni spurningunni í verkinu hvort að þetta sé ekki bara svona smá hraðahindrun að sorginni þú hún bara að setja plástur og opið beinbrot í raun og það hjálpar kannski ekki í alvörunni en við erum líka rosa mikið svona að pota í kapitalisman að þessu skilurðu hvað þetta kostar mikið og hún bara að steypa sér í skuldir og farin að seljast í kreditkorti hjá kærastanum og hún hefur ekki efna á því og þetta rosa svona takmarka tímabil í leikritinu og þá þetta fyrirtæki sem heitir Air Resurrection og það sem hægt að resurrect your loved one og líka hægt að borga aukalega fyrir svona fyrir hann sé í fínum fötum eða í réttum fötum og það eða fyrir svona water, aqua ethic þar sem að þú getur borga aukalega þannig að sé passa upp á vatni rétt öll vassnotkunin sem að fylgir eiga og eitthvað svona þannig að við erum aðeins að pota í skilur peningamaskinuna á bakvið þetta og alls konar
Því ég segi svolítið eins og Björk, hérna, það er ekki tæknin sem er vandamáli, það er fólki sem er að búa til tækni og hérna, ég meina, og hvernig við förum með þetta. Hvernig við förum með orkuna líka núna, það er náttúrulega vekur mjög stóra spurningar. Algjörlega, og er Ísland að fara að vera eitt stórt AI hérna kælingar rými, ég meina, þetta er næsta á dagskrá. Tökum græna orku til að gera stórfurðulega hluti sem er ekkert endilega grænir, bæði á siðferðislegum eða öðrum level. Einmitt, þannig að, þú veist, og spyrjum okkur líka, þú veist, hvort þessi plástur en líka, þú veist, er þetta ekki bara það sem við höfum alltaf reynt að gera? Við höfum alltaf reynt að tala við líka það. Þann dauða alltaf. Þú veist, þannig að þetta er mannleg þrá. Hamlet. Þetta er Hamlet. Þetta er Hamlet. Einmitt. Og það var eiginlega smá vart samt. Við föttum það ekki alveg þegar við vorum að gera það. Ég las svolítið mikið Hamlet þegar ég var... Ég kveikt, sem er vandræðilegt kannski að segja, ég kveikt ekkert eitthvað alveg beint á perunni. Gott. En svona eftir þá er þetta svona hliðarsaga. En þetta Hamlet er fjölskyldusaga þú veist, mann sem er að verða brjálæður á sorg, þú veist, og kannski er fjölskylduna hans alveg rugluð og kannski skilur, og það er svolítið alfí, og kannski er mamman svona rosalega óþolandi og kannski þú veist, nýji kærastinn alveg út í hött, en við vitum það ekki alveg. Og það er svolítið svona fyrir audience að fatta. Eins og í Hamlet að þá tristir maður ekki alveg, sko, maður veit ekkert alveg hvað traustur sögumaður í þessu máli. Og þetta leikrit hún heitir Alfí og Álfrún heitir Alfí líka í London og svona þannig að við erum aðeins að spila með sviðsetningu sjálfsins að þú veist, þetta er Álfrún en þetta er samt ekki Álfrún og þetta er pabbinar en þetta er samt ekki pabbinar og þannig að við erum aðeins að teygja líka raunveruleikan þar eins og AI teygir raunveruleikan þannig að þú veist, við erum aðeins að spila með hvað er satt og hvað er ekki satt þannig að Svo finnst mér líka forvitnilegt sko að það er mikið talað tengslarof manna á millum og hvernig við sem sagt útvistum því einhvern veginn til tækninar að hafa samskipti og því náttúrulega þekki frasan að manneskjan hafa aldrei verið eins sítengd eins og núna en samt aldrei verið eins einmanna og þetta veltir upp finnst mér sko svona spennandi spurningum mörkin og hugtök eins og alienation og svona firringu það er við erum stödd þarna á einhverju svæði komin inn í einhvern heim en það er samt engin svona manual sko, það er engin leiðarvísir þetta eru svo mikil umskipti sem hafa vorið á svo stuttum tíma sérstaklega alltaf fyrir skrögg eins og mig sko, sem er að fara á 70 aldur eftir einhverja mánuði að maður að maður spyr sig mjög stóra spurninga mörkin og hvort sko við eigum að setja stór spurningamerki þegar verður einhver breyting eða hvort við eigum bara að fljóta með og svona finnum út úr þessu síðar og gervigreindar umræðan er náttúrulega meira og minna öll í þessum fasa hér kemur fólk að þessu rauða borðið og spárið í að maður renni saman við vél og dystopían sé framundan og við tortímum stögl sko og svo kemur kannski annar bara úr svipuðum geira með svipuða menntun og með allt þar að skoðan sko. En þetta er ekkert nýjar spurningar skilur þetta eru bara fúturisminn og bara öll síðasta öld snerist rosa mikið sömu spurningarnar nema að þú veist þetta er bara þetta stigmagnast bara en mér er svo áhugavert með þessi mörk skilur þú veist heilin okkar gerir ekki greinamun heilin og líkaminn gerir ekki greinamun á raunveruleika og veruleika þess vegna eru kvíðaköst þetta er bara að gerast þó þetta sé alls ekki að gerast en þetta er alveg jafn satt fyrir líkamannum engu að síður og þess vegna getum við leikið skilurðu, þú veist og við höfum þennan eiginleika að kaupa einhvern
óveruleika sem raunveruleika og þú veist, leikarar geta upplifa tilfinningar sem eru engan veginn þeirra eigin á sviði en þær eru enga síður sannar eða góði leikarar eða skilurðu og við erum bara að horfa á bara, þú veist, Hilmi Snæ skilur leika einhvern kóng og við erum bara, já, þetta er kóngur í augnablikinu þannig að þú veist þetta er alveg satt skilurðu þannig að þú veist, þetta er líka smá það bara, við erum að hún er að tala við gervigreinda pappa og hún veit að þetta er ekki satt alveg eins og við vitum að Hilmi Snær er bara Hilmi Snær en við kaupum að í þessu momenti við erum búin að gera samning um að upplifa hann sem kóng þú veist, hann er náttúrulega king líka skilurðu en þú veist, þannig að tilfinningarnar eru sannar og þær eru ekki raunverulegar þannig að þú veist að hún veit að þetta er ekki alveg pabbi sinn en áhrifin eru samt kannski sönn og það er kannski þetta líka svona og það sem að mér finnst skeri við AI ef ég er að skrolla á Instagram er að núna er komin svo mikil efi í mig ég veit ekki hvað er satt þú veist, ég er hætt að gera samning og þú veist, það er líka það sem er svo ógeðslega erfitt við að fá kvíðaköst og við sem þekkjum það og kvíði og svona að maður veit ekki að þetta er ekki satt skilurðu maður upp og minnst það er það sem að mér finnst skeri mér finnst ekkert endilega tæknilegu þú veist þessar spurningar sem eru búin að vera í gangi í gegnum hverju einustu iðnaðarbyltingu eða tæknibyltingu eða framför eða eitthvað að þú veist við erum alltaf að verða meira og meiri þú veist cyborg og eitthvað skilurðu og þú veist ég meina er það eitthvað verra að vera með heyrnartæki er maður orðin eitthvað velmæni eða þú veist það er konur sem eru með lykkjuna eða þú veist ef maður er með hvað heitir það hjarta pacemaker já, eða bara allt sem við erum að gera við okkur stærsti veikleiki okkar náttúrulega eins og sýningin kannski hverfist einhverju leyti er að við deyjum það er svo rosalega ófullkomið að deyja bara og það er þú veist, stóra spurningin í öllu lífun okkar er þú veist hvenær erum við að fara að deyja þú veist, hvað er að fara að gerast við okkur og getum við stoppað af Er ekki freistandi að kaupa sér líf með vel til að hætta að deyja? Já, ég meina, það geti verið en renna saman en svo, ég meina, svo þá þarf maður líka þú veist, að vera ungur væntanlega, þú veist, lengri út því að ég get ekki, mér langar ekki að vera haus í hvað, svona, þú veist, eins og þessi gamla heimsbyggilega, þú veist, haus í hérna búri, eða whatever, í vatni eða eitthvað. Mér langar ekki heldur að vera 120 ára og vera bara eins og grammiti upp í sófa og, þú veist, horfa á bíómyndir, þó það hljómar alveg næst núna. Já. En ég held að punkturinn sem Anna María, þú veist, með er bara einmitt rosa góður og ég einmitt sá eftir að pabbi dó bara dögunum eftir þá var hérna litla frænka mín hún bara setta á sig fötin hans og var að leika hann og það var ótrúlega óþægilegt en út því að hún er þú veist barn og maður er ekki að stoppa þig af í þessu í sorginu þeirra en hún vildi þú veist halda honum með sér þannig en það eins og Anna er að segja, þá er það kannski bara það sem við erum að gera með þessari gervigreind er að halda þessar manneski með okkur, en við vitum að það er ekki alvöru. Það vandamáli felst í því, þú veist, þegar við hættum að vita það, held ég. Já. Eða þú veist, bara maður er að skrolla á Instagram og ég bara, er þetta að þetta er svo raunverulegt, sko? Er þetta raunverulegt eða er þetta lygi og ég sé að kaupa lygi sem raunveruleika finnst mér og án þess að gera einhvern samning eða vitneski um þetta það finnst mér rosalega óþægilegt Já, því við vitum þú veist, við líka okkar kynslóð svona millennial þú veist, það var alltaf verið að segja okkur að rap væri að fara að drepa alla og því allir voru að fara að kaupa byssur og til þeir sáu það á skjáni og maður bara, það gerðist ekki alveg þú veist, ég veit að það eru vandamál í heiminum en þú veist, ég og Anna María vorum ekki að fara þú veist, reykja gras út í að Snoop Dogg sagði okkur það Íslenskt rapdreipar mann eru svolítið á leiðindu Hot take verið bara
Það verður velskir rappara sem segja guns don't kill people, rappers do. En já, þannig að þú veist, við erum einmitt, og við erum, þú veist, sem bara manneskjur erum alltaf að segja sögur, við erum alltaf að reyna að skilja hlutinni gegnum sögur, þannig að þetta eru margar spurningar en já. Og líka svona skemmtilegt sem ég mjög ánægð með þessi sýningu er að þú veist, þó við séum að fara rosa mikið og tala, þú veist, hún snýst náttúrulega bara AI og gervigreind, en við fórum algjörlega á móti því, hún er eins analóg og hægt er. Það er ekkert í henni nema bara álfurinn og mikrofót og eitt svona lítið tæki, sko. Sem er statement, eða hvað? Já, eða þú veist bara... Ég meina það mjög gaman að gera statement þegar maður hefur ekki pening til þess að Það er gott að þeir saman. En ég meina þetta er það sem ég elska mest við bara leiklist og kreatíft fólk er að þegar þú hefur engan pening, hvað ætlar þá að segja og hvað langar að segja með, þú veist, og það kemur bara algjörlega úr hjartanu, þú veist, já, þetta er statement. Og sko það sem að gervigreindin hefur sem að við höfum líka er creativity, skilur, og búa til og bulla og spinna og þú veist, það er líka það sem er svo gaman við leikurs er að þú veist, við sem áhorfendur, við erum að taka þátt í leiknum og gera svona eins og börnin sem að leiðast til að ímynda sér og fylla upp í guddin. Það var mjög gaman að kynnast ykkur og spjalla, hugsa upp átt og kannski smá trúnaðarskeið hjá okkur öllum svona inn á millum og bara eins og gott samtala á að vera, en er það svona annað kvöld sem að þið teljið í og hefið aftur sýningar? Já, miðvikudaginn 15. þessari viku, 4. og 5. mars, klukkan 8, Tjarnarbjó. Já, og þið bjóðið gestum svo upp á einhvers konar samræður að sýningulokinni, ekki satt? Já, það verður mjög skemmtilegt. Það verður með mér og Önnu Maríu og Öddu Rutt sem er búin að vera mjög mikið að pæla í svona spurningum sorg. Og döðan. Og ástvinnumissi. Já, einmitt. Og er leikari og leikstjóri. Já. Sviðsöfundur. Og gamla barnapínu. Takk fyrir að bjóða okkur, ótrúlega gaman. Já, mjög gaman að fá ykkur, kæra þekkir, Álfrún Gísladóttir og Anna-María Tómasdóttir. Og þakka ykkur, kæri hlustendur áhorfendur, fyrir samveruna í kvöld. Við förum að setja slá botnin í þetta. Ég vil minna ykkur á að ef þið hafið velti fyrir ykkur að fara inn á vefslóðina samstöðin.is, þar sem hægt að haka við hnappinn áskrift. Þá er góðu tími til þess núna, kostar aðeins 2.750 krónur að styrkja samstöðina og munar þið kannski ekki svo miklu, hálfur hamburgari í miðborginni andvirði áskriftar hjá okkur, en getur haft allt að segja fyrir okkur. Og eins að vil ég þakka ykkur fyrir að vera duglega að tala samstöðun og deila efni samstöðurinnar og vonandi verður bætiði bara enn í þeim efnum, því meira sem að þið erum í liði með okkur, því öflugri eru við fyrir ykkur. En þættinum er lokið í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.